Fram til ársins 1973 hefðu einungis karlar klæðst einkennisbúningi lögreglunnar. Það ár gengu Dóra Hlín Ingólfsdóttir og Katrín Þorkelsdóttir til liðs við lögregluna og breyttu ásýnd hennar til framtíðar. Ég rakst bara á auglýsingu í Vísi þar sem var einhver frétt að það yrði framlengdur umsóknarfrestur fyrir konur í lögregluna af því það svo fáarsótt Ég hafði ekki tekið eftir því þetta var auglýst. Mér fannst þetta bara spennandi tækifæri fyrir mig og stökk á þetta og sótt og þá var það á þeim forsendum að vinna sömu störf og karlarnir og vera einkennisklæddar og þetta var 1973. Við vorum teknar inn þarna tvær, ég og Katrín Þorkelsdóttir og fórum beint í lögregluskólann og klárum þennan fyrri skóla sem var kallaður og fórum þá út á götuna, það var rétt fyrir jól. Ég man það bara að við héldum óskaplega hendina á hver annarri, sko. En okkur fannst þetta gaman og spennandi og ég man það að almenni borgari tók okkur svo vel og ef við lentum í einhverjum vandræðum þá vorum við ekkert að hika við að biðja fólk aðstoð. Fengum hana ekki spurningu. Svo á hverju ári voru teknar inn fleiri konur og þau inn í lögregluskólann. Yfirleitt svona 2 og 2 eða eitthvað í kringu það. Það stóð ekkert á því en það virtist ekki nógu mikill áhuga á að halda þeim í starfinu. Og þegar ég horfðist allt í einu við það að þessar konur sem hefðu byrjað á svipað leyti og ég og árunum eftir að þær voru bara allar meira og minna hættar. Svo tóku okkur til ég og systir mín sem var komin í lögregluna líka, Svanhvít, og höfðu samband við allar konur sem höfðu hætt og spurðu þær af hverju þær höfðu hætt og þá kom alls konar svör en gegn og gangandi þá sögðu þær að þær hefðu ekki fengið að minnka við þessi vinnu eftir barnsburð. Bara gáfst upp. Og og það var svo mikil íhaldssemi í gangi. Það er eins og að brjóta eitthvað blað, eitthvað sem hafi ekki verið tíðkað áður og það virtist vera mikið mál að breyta því en þetta er allt öðruvísi í dag, gjörbreytt. Og eftir því sem konum fjölgar þá það er eins og eðli starfsins bara breytist, það komið inn með allt aðrar áherslur og bara breyta stéttinni og starfinu. Og þetta má ekki vera alltaf einsleitur hópur. Og því fleiri konur þá verða þeir öruggari og sterkari innan stéttarinnar.